Það alls ekki einfalt mál að halda Keflavíkurflugvelli opnum þegar úti blæs ekta íslenskt rok og vindhviður slá í 33 metra á sekúndu. Ekki bætur úr skák þegar vindurinn ekki beint á brautarstefnu og hiti við frostmark. Hilmar Bragi stóð vaktina með snjóruðningsmönnum á Keflavíkurflugvelli og ræddi við Sigurð Magnússon sem hefur starfsheitið Snjókóngur. Það sést svolítið í hérna sko, það komið núlstiga hiti og svona aðeins var að festast í henni. Ég tek hana bara yfir sem byrjaði bara við leggjum á stað tilbaka. Já. Ræður hvort þú snúðu endan, ég sé ekkert að sinna að fara kílónum, ekki kíló bjóra sko. Þess að koma austanæðin og þess að snúðu endunum. Það bara varlega að fljúga aftan á endunum. Já, við förum varlega. Keflavíkurflugvöllur sefur aldrei. Til þess að flugvélar geti lent eða tekið á loft frá flugvöllunum þarf að vinna mörg handtök á bak við tjöldin. Suma daga álagið meira. Það alls ekki einfalt mál að halda flugvöllinum opnum þegar sterkir vindar blása og ofankoman í föstu formi. Þegar fyrsta óveðurslægð ársins gekk yfir landið síðustu helgi var umferð flugvöllin með minnsta bóti. Hér má sjá flugvél taka á loft til austurs frá Keflavíkurflugvelli. Nei, hún sést bara alls ekki að taka á loft í hríðinni. Svona var ástandið. Já, flugvélar voru að koma og fara þegar versta veðri gekk yfir og það kallaði á mikla vinnu við að hreinsa flugbrautir og tryggja örugg bremsuskilyrði. Það getur verið erfitt í mikilli úrkomu og hitastigi við frostmark. Já, þetta var svolítið leiðilegur dagur eins og tókst ekki eftir. Það var framan að var frost í jörðu og 0 gráður kannski eitthvað svoleiðis. 1 til 2 stigi hiti. Við erum náttúrulega með þessi samhengi sem voru á brautunum. Við erum með við skökum á brautunum á þessum tækjum með kústurás og tönn og ísblað og ef það virkar ekki þá erum við með sand og við erum með vökva og ýmislegt fleira sem við reynum að hjálpa okkur til með. Í dag vorum við líka við mikinn hliðavind þannig að þetta var svolítið erfitt. En þetta bara svona, við bara sópum brautirnar upp og niður og bíðum eftir líka að veðrið hjálpa okkur og hitastigi farið upp og í dag gekk þetta bara mjög vel að lokum. Það fór að hlýna í brautum og það letti alla vilna. Það fór reyndar inn til London aftur en það var líka þessum hliðavind að kenna, það var mjög mikill. Hvað þetta mikið að tækjum og mannskap sem að standa á vaktina? Við erum 17 á vakt og það eru 6 dagmenn líka. Þannig að við höfum ekki verið svona 24-5 í dag. Og ég með heilt gengi líka niður í flugstöð. Það eru 3 kústar þar og 4-5 payloaderar. Og þeir eru stanslaust þar og svo ég með 6 kústa á brautum sem eru bara stanslaust að reyna að halda brautinni opinni og meðan það erfitt að eiga við brautirnar þá erum við bara fastir þar. Svo koma akbrautir og flughlöð þar á eftir yfir forgangsröðinni. Í dag það var mjög stíf suðaustanátt og þið náttúrulega leggja þá áherslu bara á að halda einni braut opin. Já, það eru náttúrulega krossast brautirnar og við erum ekkert að reyna að opna 2 menn við getum ekki að opna 1. En í framhaldi af því að við náðum vestur-austurbrautinni góðri þá fórum við beint í norður-suðurbrautina og við vorum nú ekki nema kortin að opna hana líka. Þetta mjög erfið vindátt. Þetta svona svolítið þvert á báðar brautir. Þetta þvert á báðar brautir og í raun og veru hefðu við getað nota hvora sem var í dag en þegar það svona mikið hliðavindur þá eru bremsuskilyrðin, þá eru strangari skilyrði, þá viljum við fá betri bremsu heldur en þegar vindurinn beint á brautina og það gerir okkur aðeins erfiðara en vik. Eruð þið ofta að fá svona veður eins og í dag, það sem annars vegar hiti við frostmark? Það var kannski vandamálið að hitin við jörð var bara eiginlega á núllinu. Já, það skemmdi fyrir og hjólförin á brautinni eftir okkar tæki, við náttúrulega þjöppum snjóinn á okkar eigin tækjum og búum raun og veru til klaka sjálfir en ég hefði viljað meiri hita í brautunum
til að byrja með en svo rættist úr því og þetta blessaðist allt fyrir rest. Þetta aðstæður sem koma oft upp? Ekki svona mikill vindur, það náttúrulega og mikil úrkoma líka með vindunum. Nei, það ekkert á hverjum degi sem það en við erum oft að díla við þessar 0 gráður sko, sem eru alltaf eiginlega leiðilegar. En það gerist samt sjaldan að þið þurfið að nota sand. Yfirleitt þetta bara, eða ekki, kústar og ísblöð sem að skrapa þetta en það þarf einstakar sinnum að grípa í sandinn sem við þekkjum svona utan vallar. Sko það sem gerist náttúrulega stundum við svona aðstæður, þá virkar ekki neitt. Þá þarf að fara að reyna eitthvað annað sem þú ert ekki vanur að gera. Við erum ekki vanir að sanda flugbrautir, við söndum akbrautir en við setjum sandinn á brautinu og vökva með því til þess að liggja í smá stund á og reyna að mýkja upp ísinn sem á henni. Og svo koma kústarnir með ísblöðin og virbustana á eftir og rífið upp með sandinum. Við svona reynum bara að gera hvað sem við getum og svo náttúrulega sópuðu sandina af í framhaldi að því. Við viljum helst ekki hafa hann á þegar vélarnar að taka á loft eða sem sagt lenda. En það náttúrulega ekki bara flugbrautir, þið eru náttúrulega með gríðarleg flæmi sem þarf að hreinsa. Já, nú er hitinn komin í 5-6 gráður og þetta orðið svona þægilegt og nú getum við fara að einbeita okkur að austurhlaðinu hérna sem við erum á núna og svona bara tiltekt hér og þar og svona bara klára þetta. Nú er veðrið farið að hjálpa okkur og hittast í orðið 5-6 gráður og góður hitti í jörðu en ég sé alveg fram á þessum að vinna hérna alveg til 8 í kvöld bara við að klára svæðin sem sitt á hakonum meðan við erum á brautunum og stæðunum. En getur vatnselgur eitthvað að trufla ykkur? Það er víða náttúrulega snjóruðningar og kannski erfitt fyrir leysingavatnið að komast í burtu. Já, það er svolítið stípla hann upp í flugstöð sko niðurföllin en það er ekkert mál fyrir flugvélar að keyra yfir þetta, menn þetta er ekki á flugbrautunum, þá er þetta allt í lagi. En svona flugþjónustu tæki, þau eru ekkert að lenda í vandræðum? Nei, þetta er nú bara svona bílar meira og minna, við höfum ekki fengið neinar, þeir eru fljótir að hringja ef það er eitthvað sko og það hefur ekkert verið kvartað við því. Þetta hefur allt gengið vel fyrir sig upp í flugstöð og hún var mikið betri í raun og veru heldur en flugbrautin og meiri hiti þar í jörðinni heldur en út á flugbraut.